byrjum eins og annarlega á fréttum dagsins. Það María Pétursdóttir sem með þær. Hvað að frétta? Já, heyrðu, fyrsta frétta kannski Trump, hann núna prýðir forsíður allra miðla. Og mun gera á næstunni held ég, örugglega í svolítinn tíma. Það náttúrulega verður ekki kannski í málaferli. Veistu hvernig þau verða? Eða? Nei, það var að birta honum ákærur að hann leiddur fyrir dómara í New York í dag. En ekki leiddur, hann bara mætti? Vanalega það þannig hann var sko, það var umkringdur sko leyniþjónustumönnum og fór inn eitthvað falinn inngang. Þetta óvanalegt. Bandaríkjamenn eru þekktir fyrir það að þegar menn eru leiddir fyrir dómara þá eru í handjárnum og það tekið svona, hvað það kallað svona walk of shame. Walk of shame, einmitt, já. Margir til myndir af svona, en þeir hafa sami við hann að hann myndi losna við það. Já, að vera í handjárnum og Já, svo getur verið að þeir hafi, ég veit ekki, líka haft áhyggjur af því að honum ógnað eitthvað eða ég held þeir hafi meira áhyggjur af sko stuðningsmönnum hans. Já, ég meina það eðlilegt að fyrrandi forseti þeir eru alltaf með svona leyniþjónustu kalla kringu sig. Já. En ég held að það sé með það það hafa margir frægir menn verið leiddir svona fyrir dómara með þessum hætti. Já, einmitt. Bandaríska ríkisvaldið svolítið svona það svolítið ákveðið. Já. Ekki gott að lenda í löggun í Bandaríkjunum. Nei, en það náttúrulega samt, bara svo þetta samt náttúrulega fyrirrandi forseti og þannig að hann náttúrulega ekki trýtaður eins og hvað það á að vera þannig sko. Já, en það ekki þannig sko. Þannig að það þú kemst svolítið Það aldrei að vera jafnir fyrir lögum. Já, það ekki þannig í Ameríku. Nei, ég held að peningarnir stjórnir ansi miklu. Ég var nú að nefna þetta með því að menn væri látnir ganga svona því að þeir hafa dreigið þá sem að hefur verið kallaðir fínir menn ákvörð þessa göngu. Já, einmitt. Jú, það alveg rétt. Þannig það verið samið þetta. En ef að það verða réttaröld þarna en þau munu verða fréttaefni vikum saman. Þetta verður eitthvað hægt að mjalla á þessu og engin veit hvort að þetta styrki Trump. Nei, það rosalega erfitt að spá fyrir það. Það erfitt að spá fyrir það. Þetta myndi veikja alla stjórnmálamenn en líklega ekki Trump. En nei, það nefnilega alls ekki víst að þetta veiki Trump. Ég eiginlega grunar að þetta veikja hann bara alls ekki sko. Þetta styrkja hann ef eitthvað Já, það náttúrulega stór hluti af republikunum sem að vilja ekki fá hann Já í frambóð en þeir verða að finna frambjóðanda Jú, einmitt sem sterkari en hann síðast þá voru þeir dreifðir voru margir sem að voru að sækjast eftir því að verða útvaldir og hann var sterkastur meðal sterkast í minnihlutin og náði svo að bara drepa þá hvern á fætur öðrum einmitt. Við erum rætt þetta við Magnús Helgason sem sérfræðingur okkar í bandarísku stjórnmálum og hann er eiginlega það þarf náttúrulega enginn að spá þessu en hann er svona helst á því að það sé enginn sem getur stoppað hann innan repúblikaflokksins. Nei, einmitt. En hann muni líklega tapa kosningunum ef að Biden lifir ef að Biden rekkur ekki upp af eða gefur ekki kost á sér þá er óvíst hvað verður úr því. Það er nú talað um það að ef hann rekkur upp af og þá verði varaforsetinn í sterkri stöðu en það sé einstaklega veikur frambjóðandi. Kamala Harris. Já, nýtur lítil stuðnings í Bandaríkjunum. Hefur ekki tekist að gera embættið einhvern veginn. Nei, það hefur svolítið komið á óvart sko því í upphafi þegar þau vinna þarna kosningarnar og þá var einhvern veginn svona væntingar að hennar hlutverk yrði einhvern veginn meira gert einhvern veginn meira úr því. Alltaf svo erfitt að ráða í þetta sko, hvort það séu einhverjum svona væntingur að svo séu eitthvað af því að hún er kona þá séu einhverja væntingar svo líður tíminn og þá ekkert svo gerist ekkert Þannig að það líka þegar við erum að horfa svona á önnur lönd að þá það eins og við ræddum í gær með
Sönnu Marín í Finnlandi, hún er náttúrulega miklu vinsælli utan Finnlands heldur en já. þó að ég veist ekki að hún nýtur sko mikils stuðnings meðal síns fólks í Finnlandi. En þá er hún ekki svona, það er ekki sama ára yfir henni innan Finnland. Nei. Herðu, við kannski förum í næstu fréttur því við erum komið til Finnlands. Nú eru Finnar formlega komnir inn í NATO. Já, það var Stoltenberg var afar ánægður að geta boðið Finna velkomna í NATO. Já. Það er þau voru kjósa Finnar. Já. Þetta var ekki eitt af kosningamálunum. Nei. Þetta er ekki svolítið magnað. Já. Ná að kjósa á mánudag, sunnudegi og gangi í NATO og þriðjudegi og þetta var ekki hluti af kosningunum. Jú, mér finnst það mjög skrítið. En kannski er þetta vegna þess að raunverulega hafa Finnar alltaf verið þarna. Þau voru bara leið og gafst tækifæri þegar lögmæti Rússa fjall, að þeir þurfi ekki að gera samningu Rússa lengur. Nei. Að þá er það mikill meirihluti þjóðarinnar sem að vill fara þarna. Já, einmitt. Og ég held að horfi allt öðruvísi við NATO, við Finnum heldur en Íslendingum. Þeir eru náttúrulega með her, þeir eru með herskyldu, þeir eru með áætlunum til varnarlandinu að það verið barist til síðasta manns. Það byggði á bara vetrarstríðum. Og þannig að þetta er allt öðruvísi hugmyndir sem að þeir hafa til NATO heldur en við. Já. Og svo náttúrulega eru þeir náttúrulega svo nálagt þessum baltnesku löndum og Rússlandi og þannig að þeir eru ekki Eystrasaltlöndunum, meina ég. Þeir eru ekki það er ekki eins og við sem erum ekkit sko nálagt eiginlega neinum sko nema helst Skandinavíu löndunum. En Íslendingar deildu NATO, en svo eftir stríði í Úkraínu þá sé ég nú ekki deildu NATO. Nei. Hefur eitthvað eftir í hernaðarafstæðingum nýlega? Nei, maður er helst bara eitthvað frétt af vinstri grænum sem halda því ennþá fram að þeir séu nú ekki tóla hrifnir af NATO. En maður heyrir ekkert. En samt eru þeir alveg. Við höfum nú einstakar sem dreigið menn hérna inn sem að hafa vilja ræða stríðsátökin í Úkraínu og í Evrópu með öðrum hætti heldur en er gert svona, en ég held þetta sé bara, þú mátt helst ekki segja. Þá ertu sakaður að vera pútinisti. Þá ertu bara sakaður að vera pútinisti ef þú ert ekki ánægð með NATO eða vilt ekki vera í NATO. Þessi umræða svona NATO, hernað og fríðarstöfnu, að hún virðist ekki hafa verið sterk hvorki í Svíþjóðinni eða Finnlandi. Nei. Þeir eru áreyndi. Nei, ekki þeirra áreindi. Það er önnur frétt sem að tengist þessu að sænska lögreglan bannaði kóranbrennur meðal annars út af því að það er vitað að Tyrkir vilja ekki samþykkja eingöngu Svía inn í NATO nema þeir viðurkenni að verkamannaflokkur Kúrda sé hryðjuverkasamtök og þeir hætti að styðja það og meðal annars og svona ögranir eins og kveikja í kóraninum. Og stjórnmálafólki er alltaf að segja já, við stoppum þetta og við bara vísum úr landi. Svo koma dómstólarnir og banna þeim að vísa þeim úr landi, banna þeim að banna koronabrennur. Þannig að málið er það að kröfur Tyrkja til þess að samþykkja eingöngu Svía inn í NATO standast bara ekki stjórnarskrá í Svíþjóð. Það bara er ekki. Erdogan hefur ekki tekist að brjóta niður dómskerfið í Svíþjóð sem betur fyrr. Þannig það getur, ég veit ekki, kannski verður þetta til þess að Erdogan bara neitar að samþykkja Svía inn. Já, einmitt. Það verður að koma í ljós. Ég myndi vilja það ég vil að Svía séu hlutlausir. Ég vil að eiga vera svona 3-4 lönd í Evrópu sem er hlutlaus. Það er bara betra fyrir býr til meiri líkur á frið fyrir alla hina. Já, ef við höldum áfram okkar Sviss og Svíþjóð og einhver svona. Það vilja enginn að Sviss gangi í NATO, eða? Nei, þetta ekki. En svona er þetta núna með Svía og bara finna og þá nú vilja allir verið í NATO. Heyrðu, við erum með tillögu á þingi breytingu á erfðafjárskatti. Frá henni Guðrúnu Hafsteinsdóttur sem ætlar að taka við af Jóni Gunnarssyni í dómsmálaráðuneytinu.
Hún vill að verði feldur niður erfðafjárskattur upp að 10 milljónum þegar foreldrar eru að gefa börnum sínum 10 milljónir til þess að þau geti keypt sér húsnæði. Já. Og þetta er nú oft komið til tals hérna hvað stéttaskipting í Íslandi sé augljós á húsnæðismarkaði. Já. Það sem eru bara börn betur settur af foreldrar sem hafa efna á að kaupa sér húsnæði. Og meðan að foreldrar sem að standa veikar fjárhagslega eru dæmd til eilíðar vistar á leigumarkaði þar sem eru fórnarlega bógrara. Maður myndi halda að stjórnmáli væri að snúast það að kunna bæta hag þeirra sem að eru þarna njóta ekki stuðnings frá foreldrunum og eru þurfa að lifa við þessu ömurlegu örlög að vera föstun á leigumarkaði. En Guðrún vill styðja foreldrana þeir nefnuðu foreldra. Já, einmitt. Þetta er eiginlega bara alveg ótrúlegt sko. Og erfðafjárskattur ekki hár. Ég held að það sé bara eitthvað 5% eða 10% þannig niðri. Ég held að það sé minnur að það sé 10%. 10%. Já. Þannig þetta er 1 milljón sem að betur settu foreldrarnir myndu spara sér. Já, einmitt. En ég meina, já, og einmitt þau sem að hafa efnaði að láta börni sín fá 10 milljónir og kannski, ég veit ekki, svo er það kannski nokkuð börn. Þannig að þau kannski til skiptana 10 milljóna. Það er fólk sem á efnaði, líka fólk sem á kannski ekki efnaði að því að húsnæðisverður hækka svo mikið. Hvað er þetta þá fólk svona 60 pluss sem að kannski keypti sér hús fyrir 30 árum. Einmitt. Og það hús er náttúrulega búið að hækka umfram verðlag meira en 2-falt síðan þá og eigið fyrir þess þar leiðandi það mikið. Einmitt. Þannig þau geta, þetta er í taka annað húsnæðislán eins og þetta kallaði í Ameríku. Þannig fjármagnar ameríska millistéttin húsnæðiskaup og menntun barnana sinna. Það tekur bara ný lán út á hækkun eignavers af því að það hefur verið stöðnun í kjörunum. Já. Þau hafa það ekkert betur en af því að það er eignindar hækka í verði þá getur það tekið nýtt lán. Já, einmitt. Þannig að það er líka þannig, en ég hef talað við fólk sem er kannski í þessu stöðu sem ég er að lýsa, svona sæmilega sett millist þetta fólk. Já. Og það segir auðvitað gæti ég hjálpa mínum börnum eins og aðrir. Gallin er bara að sá að ég á 4 börn sko, þannig ég geta það ekki. Já. Ég geti hjálpað einu barni, kannski max 2, en af því að við áttum 3 eða 4 börn, þá get ég ekki stött börnum mín eins og foreldrar vina barnana mína. Einmitt. Nei. Herðu, næsta frétt, það er sem sagt til að frá heilbrigðisráðherra að hækka hámarksaldur heilbrigðisstétta úr 70 árum í 75 ár. Já. Og það er núna lífaldur hefur hækkað einhver 10 ár frá því að gamla löggjöfin tók gildi 70 ár. Já. Þannig að það er komið tími til þess að hann sagði mér ættu við að hækka upp í 80 ár. Já, hvað veitur um það? Sko, ég veit ekki, minnst þetta allt í lagi af því að þetta er valkostur. Þetta er bara valkostur og þetta breytir einhver skilur bara, þú vilt halda fram að vinna þá máttu það. En læknar að það máttu vera með þeir hafa getað sótt undanþágur. Þeir hafa getað sótt undanþágur í 2 ár í senni eða eitthvað svoleiðis. Það eru svona aldraðir læknar á stofum út í bæ. Já, einmitt. Þeir eru sérstakt vandamál á einu leyti. Já. Það er það er sýnt sig í könnunum að fíklar sem eru að narra út lyf út úr læknum, að þeir sækja í eldri lækna og ástæðan er svo að þegar þú er svona gamall og þá máttu svona ekki sjá ég veit það kenningin er svo sko. það sé ekki að því þeir séu eitthvað bíla þú verður bara þú mildast með árunum og segir hvað okkur má ekki þú veist hún sárvantar að fá amfetamín þessu manni, það er alveg augljóst hún líður bara illa og hvað áttu okkur að því ég bara get ekki neitlan um það kannast þú þessa kenningu? Já, ég bara þekki svona lækna ég bara hef kynst svona lækna þannig að og ég veit til þess að sko læknar svona gamli læknar hafa hreinlega verið látnir hætta út af alls konar svona vandamálu. Það var frægt mál í Thomas Medica þar sem að dó meðal annars maður í Thomas Medica fóri bara inn í apóteki, sótti lyfin og dó þannig að
já, þetta er svona. Þannig er ekki allt saman svona eins og við vorum lýsa þessu, en það er svona hætta í þessu. En ég held samt, sko, við þurfum aðeins að líka samt að skoða, sko, hvernig, ég held að kynslóðnar eru líka breytast með hverju árinu og sá sem er, sko, 75 ára í dag, hann er einhvern veginn yngri heldur en sá sem var 75 ára fyrir 10 árum. Ég veit ekki. Jú, ég held að. Já. Ég held þessi bara að menn klæða sig öðruvísi og svona, verður meiri í rektin og svona. Já. Og verður heimskari, sko. Heldurðu? Það er allir að þið, þú veist, amma var til dæmis bara í peysufötunum. Af hverju verða þeir heimskari? Hvernig færð það út? Ég finna það er alveg jafn vittlust að vera sko hérna 70 og láta eins og þú sést sko 40 eins og að vera 40 og láta eins og þú sést 70. En hvað meinar að fólk sé að láta eins og þessi 40? Það er bara mikilvægt hlutverk hérna að vera gamall og einhver leiti búin að stíga svona hálft skref út úr samfélaginu. Það er viska sem við þurfum að hafa í samfélaginu. Veistu hvernig það er í hérna Afríku, þá eru valdir höfðingjar. Jú. Þeir eru valdir á svona á manndómsaldri, svona á kannski á fertugsaldri og kannski fertugt. Það sem að þú ert ennþá svona aktífur í samfélaginu og þú ert eins og með öldugráð sem er alltaf með þér, eitthvað svona gamlar gónur og gamli gallar og sem hafa ekkert svona formlegt hlutverk en þegar þú ert að taka ákvarðanir þá eru þau alltaf þarna. Þannig að þetta, ég held að það sé mjög snjallt system, það sem er með hérna unga fólki sem unga fólkið og það er leitt saman unga fólkið og eldra fólkið til þess að vera ráðgefandi. Þess vegna segi ég að það er mjög sniðugt. Eldra fólki í dag myndi segja, nei, ég vil ekki vera í öldugráði, ég vil vera aðal gæin að taka ákvarðanir. Þess vegna ég segja fólk sem heimst, nei, verð þú bara í öldugráðinu, því við þurfum á því að halda. Já, ég er kannski ekki alveg að meina þannig, ég er að meina svona að þú veist, ég held að fólk, það er til dæmis verið að reykja minna, þú veist, með árunum, fólk fer held ég betur með sig heldur en það gerði. Það var ættingjar sjóðsvegs Íslendings sem náði háum aldri og hérna var með góða líkamlega heilsu en varð senill. Eitthvað í kollinum. Og þá sögðu ættingjar mannsins að hún var nær að fara svona vel með sig. það er við getum aldrei sigrað dögum. Nei, svo er þetta bara misjátt og svona ættgengt líka. Nei, en það er, ef einhverjir ætti að hækka aldurinn hjá einhverju þá var það læknar. Það er alveg þekkt að þeir eru yfirleitt í góðu formi, þeir þekkja þetta vel. Og ef þú berð saman sko heilsu læknana og lífstíl og svo sjúklingana þá er það rosa bil þá milli. Sérðu Greiðan Tómas sem er alltaf á fjöllum sem bara verður að hlaupa yfir 3 heiðar bara eftir hverjum uppskurð í einhverju friðleysi. Það er ábyggilega fáralega vel á sig komin líka minn á honum. Já, hann er það örugglega. Og er marguleiti snjall. Já, einmitt. Ég fer alltaf að hugsa plastbarkan þegar Tómas kemur við sögu. En, já. Heyrðu, Lárus Velding. Hann er líka vel á sig komin. Það er margir að þessum sko fyrrverandi bankamönnum að maður alltaf að lesa fréttir, þú veist, Íslendingur fór á Everest. Það var alltaf eitthvað gamalt bankakall. Bjarni Ármannsson eða eitthvað. Einhver útrásarvíkingur. Ég held þessu allir með engaþjálfara og allir bara einhvern veginn að reyna að sigra. En Lárus er vel á sig komin, ég sé viðtöluðan. Hann er komin aftur til stóða. Stóðir eru stærsteigandinn í Kvíkubanka sem er að fara að saminast inn í Íslandsbanka. Þannig að Lárus er bara mættur heim. Hann er bara mættur heim, já. Þetta er nú eiginlega alveg lígilegt. Nú, heldur það ekki betra að hafa bankastjóra sem hefur einu sinni fallið heldur en bankastjóra sem aldrei lent í því? Nei, ég held ekki að það sé betra. Nei, af því að það sem að spái fyrir framtíðina er oftast það sem að reynslan hefur sýnt. Þannig að þá er mjög líklegt að hann falli aftur. Já. Það er líklegra heldur en ef einhver kæmi sem að hefði aldrei fallið með bankanum. Þannig þú hefur ekki trú að því að fólk styrkist á áföllum? Læra reynslunni. Já, alveg, finnst það bara frá því? Það getur alveg styrsta áföllum, en það lærir ekki droslega mikið af reynslunni þannig lagað. Þannig
ég menn þess vegna okkur eru við með síbrotamenn til dæmis. Höfðingjana í Afríku og öldugráðið. Það talið að vera eina af ástæðunum fyrir falli bankana á Íslandi á sín tíma. Það var ekkert öldugráðana. Það voru bara menn á 40-aldri og 50-aldri. Óðu bara áfram og hafði ekkert öldugráð. Já, þannig að núna Lárus Velding orðin aðeins eldri. Já, hann mætir hann sem öldugráðið. Hann mætir hann sem öldugráðið. Og segir að þegar við fjallum síðast, þá fjallum við af því að við létum engingana ráða miklu eða eitthvað. Já, við skulum sjá til. Þú vilt að Lárus Velding sé með svona nálgunabann og megi ekki koma nálægt banka þessum eftir aðvinnar? Já, mér finnst að allir þessir útrásavíkingar og bankakallar hérna í den eigi ekki að fá að koma nálægt bankunum. Bjarni Benediktsson. Já, sérstaklega. Þannig að, herðu, en Viðar Eggertsson hins vegar vill nýjar kennitölur. Já, veistu út okkur? Já, hann vill ekki að aldurinn sé greinanlegur. Kennitölunum sem er náttúrulega kannski svolítið svona út frá því að fólk að tala að fólk falli í verði á vinnumarkaðnum bara konur upp á 40 og kallar upp á 50. Það er rétturinn það til rétturinn á því að gleymast sem að menn hafa verið að nota á vefnum, ég veit ekki marga Íslendinga sem hafa gert þetta, en maður lesir svona ég held að Danir og fleira þá er bara Google og fleiri bara eyða þeir út. Þetta er þá rétturinn til þess að engi viti hvað er gamall. Já, einmitt. Finnst það mikilvægt? Ég veit það ekki. Nei, minnst ekki þetta eitthvað mikilvægt sko. Eða hvort að aldursfordómandi mingi ef að engin veit hvað. Ég held ekki sko. Þetta getur komið staði í einhvern veginn. Já, ég held að þú getur komið staði. Ég held að sko, það er rétt sem hann er að segja, það eru gríðarlegir aldursfordómar. Það eru gríðarlegir aldursfordómar og ég held einhvern veginn samt að sko að því þetta er líka praktískt atriði ef að þú veist það kemur eitthvað fyrir þig og þú ert fluttum í sjúkrabíla það sé að það flett upp, þú ert kannski out of it sko. Það var líka bara með kennitölur, nafnnúmerið í galda. Já. Þannig að hann er ekki að hvart yfir að segja nafnnúmer. Nei. En það er bara að sjáist að setja að lesa út úr því hvað gömul. Já. En það eru fordómar gagnvart konum og konur hafa ekki sama tækifæri á vinnumarkaði. Getur við falið það einhvern veginn? Ég veit ekki. Ég held að sko, nei, við getum náttúrulega ekki falið það. Nei, ég veit ekki alveg hvað átt við samt sko. Nei, ég er bara alltaf hvort að sé lausnin og fordómum sé að fela. Nei, það er það sem ég er að segja. Við höfum að vinna bara í fordómunum. Já, við höfum að vinna í fordómunum. Eins og ég var að reyna að gera áðan að það með öldugana. Já, einmitt. Og hérna hrista hausinni við því að 75 ára er ekki að vera eins og 40 og eitthvað. Já, ég meina við eigum að fagna ánað með eldast. Við eigum að fagna fjölbreytileikanum og við eigum að vera ánað með eldast og allt þetta. Gamall maður er ekki gallaður ungu maður. Nei. Það er algjör misskilningur ef ykkur heldur það. Já, einmitt. Það er frekar öfugt sko, ungu maður er bara stór gallaður gamall maður. Já. Og ætti að koma sér upp öldugaráði bara til þess að fara sér ekki að voða. Já, það ætti eiginlega að vera þannig. Já. Einmitt. Nei, Viðar er á þingi núna, en ég held að svo þingi fyrir Kristrúnu sem er í fæðingarólu, en hann er mjög duglegur, hann er alltaf upp í pontu og ég held hann njóti sín. Sómir sér vel þarna. Já, ég sagði það ekki. Nei, hann sóma sér vel sko, ég var bara að meina að hann nýtur sín. Hann nýtur sín, já. Mér finnst það skemmtilegra að sjá þingmenn sem hafa einhvern veginn gaman, ég minnstu ömulegt að sjá myndirnar af Tómasinni sem er alltaf sofandi. Já. Bara stöðleiðist þarna inni, skilur ekkert hvað en það er ekki að sjá á Viðari og það er gaman að sjá menn sem hafa gaman að því sem er að gera. Ég segi stundum að það er mjög gaman að horfa á sko góðan kokk skera gulrætur ef hann gerir það vel. Já. Einmitt. Ég var að meina að Viðar sig þannig. Hefurðu séð samt sko, hefurðu séð mennina sem þrífa götuljósin? Hér? Já. Nei, ekki séð. Nei. Er þrífið eitthvað? Ég byrja að taka myndir. Bara sko götuljósin, bara rauði og guli og græni, þetta er þrifið. Já, en það gerist mjög sjaldan. En sko ég verð alltaf minnst þetta alltaf jafn merkilegt fyrir sér. Ég byrja að taka myndir af því að það er svo illa þrifið hérna í borginni. Það er ennþá sko haustlöfin frá síðasta hausti og það er að koma vor bara í stórum hrúum og er það ekki bara því að snjóaði yfir þau eða? Nei, það snjóa ekki svo snemma. Þetta er bara þrifið þú þrýfur laufin á haustin sko. Já.
og þú ert ekki að vona að það komi hvirfilbyljur og feikið í burtu. Þetta bara hluti af því að ég meina fólk skúrar heima hjá sér og ryksugar og þú vilt hreina borg. Já. Ég bara þegar maður þetta bara skítut. Við erum til dæmis í Bólholtinu á jarðhæðinni og þetta borið inn. Fígurinn, já. Ég vil líka banna nagladekk. Já. Ég bara minnst það fráleitt að það sé bara leyft að spæna hér upp ryki og menga borgina fyrir öllum hinum bara því að þú ert hræddur að gæti snjóað í þar næstu viku. Ég bara næðis ekki. Já. Svona þetta að spyrja hvað mér finnst svona. Herðu, en ef ekki að vera klár fréttinnar? Jú, herðu. Síðasta fréttin að Inga Sæland að tala þá þinginu núna stéttskipting, að fælst stéttskipting í núgildandi reglum dýrahald. Hvernig er það? Og þannig að oft það þannig að gamalt fólk og fatla fólk og fátækt fólk og svona neðist til þess að búa í blokk og þar alltaf bannað að vera með dýr. Er það ekki þannig að þú þarft að fá leyfi nágrannana? Man er no eitt segir nei í stegugin. Jú, sumstaðar bara bannað að hafa dýr. Ég veit að í sumum til dæmis Brynjuhúsunum bara má ekki hafa dýr. En svo sumstaðar þarftu leyfi frá öllum. Hún bendir á þessi stéttaskipting og það strax núna 3500 manns búið að skrifa undir stuðningsyfirlýsingu með frumvarpinu. Þannig að það greinilega mjög margir sammála þessu. Ég fagnaði þessar umræðu, mér finnst þetta, ég alveg sammálinni. Hvað séu þetta að skrifa hvað það undir? Já, það hægt að skrifa undir. Þannig að það eitthvað sem gengur á netinu, undirskriftasöfnun. Hvetjum alla dýravinni, já. Jú. Það fátækt fólk hver ekki verið með dýrin sín heldur en ríkt fólk. Nei, einmitt. Það kannski sjaldnar með hundan í klippingu? Já, kannski klippir það bara sjálfur eða eitthvað. Hundunum finnst það ekki vera? Nei, alveg potið ekki. Herðu, þetta voru fréttir dagsins.